Veistla. Let's go. Jæja, Birkir Karl. Takk! Það var sem bara takk. Já. Sko, við vorum að tala um það fyrir þátt. Það kannski 3-4 mánuði sem við byrjuðum. Já. Byrjuðum alltaf bara í bílskúrnum heima þér. Rétt. Lítill kjallarahóla á þetta var ekki eins og fartala, þetta var borðtölva, mús, engin myndavél, við vorum bara að tefla og tala. Já. 3-4 mánuðir og núna erum við mættir hérna í kvöld í AHA stúdíóið, hvorki meira en minna. Rétt. With an ocean view. With an ocean view. og það ekki síðri gestur en Viðar Örn Kjartansson sem við erum að fá í kvöld. Markar hrókur. Mikill. Einn af mínum uppáhaldsleikmönnum. Já. Og ég er ekki bara að segja þetta, hann hefur alltaf verið það, sko. Nei, þú veist, hann elskar að segja þetta. Já, hann elskar bara að delivera líka. Já, já. Og það sem meira máli skiptir, hann elskar að syngja og tralla. Já, og elskar að tefla. Já, hann er nefnilega þrælgóður. Já. Það er, ég get alveg votta verið það, þegar við buðum hún í þáttinn að þá, ég vissi ekki eins að kynna í manngangi, sko. Nei. Svo kemur bara ljósa, Nei. ég er ekki að, ok, þú veist, hann tók leiðina fyrir þátt. Ætlum að tala um það, Svo leiðis, pakka hann. Hann skeimdi mér. Hann skemmti. Hann pakkaði mér saman. Ég mætti ekkert eðla hrókavöldur, já ok, þetta er atvinnum maður í fótbolta. Hann getur ekki verið góður, sko. Nei, ég er hérna með skáklaðvarp, ég er hlýta pakkanum sem mæti hérna, bam, 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 2-3 leikir. Hann vann ekki svona 14-15 leikir. Já, við erum öllu bensinstöðarmeistarinn. Hann er heldur betur bensinstöðarmeistarinn. Já, en ég held við ættum að kynna styrktaralina. Heldur betur. Af því að, sko, ef það er eitthvað sem ég elskar meira í fótbolta, það var pizza. Já. Og ég tróði mig hálfur í Dominus pizzu núna fyrir þátt og ætla að kjamsa á henni eftir þátt. Rétt, já. Þriddar tilbúið í dag, þannig ég hvet ykkur bara til þess að halla ykkur aftur, jafnvel. Nei, ég segi nú ekki svona. Jú, ég segi svona. Jú. Skála á þetta. Skál. Jafnvel meit svona og taka pizzu. Dominus hafa verið með okkur frá upphæði. Já. Og við þökkum kella fyrir samstarfi. Þeir eru geitinleiknum. Það er bara svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis. Svo er það sjálfsögum með AHA í AHA stúdíónu. Rétt. En að gera helviti vel við okkur. Þeir eru búin að gera heldur vel við okkur. Já, bara 2-3 hnappar, bam, bam, bam. Leiðust Með mat heim til þín. Já, leiðu stúdíó fyrir okkur og þeir eru bara búin að standa sér svo hetjur. Já, þegar það gengur vel og þeir eru með gott konsept. Heila hafa þeir smá til þess að úr að móða til þess að dæli okkur. Já, algjörlega. Þetta er heilt stúdíó hérna, þetta kostar sitt Já. sko, við getum bara orðað þannig. Það gengur mjög vel. Svo erum við myntkaup Heyrðu það, Bitcoin, maður horfa á Bitcoin eða? Going up, Já, já. to the moon. To the moon, To the sko. moon. Þetta er rosalegt, sko. Þannig að fyrir þá sem eru ekki enda komin á lestina, ég veit ekki hvort að gestur þáttarins sé á lestinni, en allavega þá verður þannig að En ég get alltaf sagt þér ég er á lestir. Já, Hjá myntkaupum. ég fór út á lestinni, en það er aldrei vitað maður hoppið Nei, og hérna ef þú ætlar að hoppa um borð á mælum með myntkaupum, hygglust. Já, náttúrulega, þú veist, ef ég tek smá innskot í þetta, náttúrulega Elon Musk sagði í gær, hann er ennþá, hann hefur trú á Bitcoin konceptinu. Já, og líka bara að vera með íslenska miðl áræðanlegan, getur bara hent á þá. Jú, lendir aldrei við sinni með bara, ég veit ekki hvert peningandi fóru, ég veit ekki, þú ert bara með íslenska miðl sem getur bara haft samband við á íslensku, þeir eru alltaf græða. Og annað sem ég glemdi að nefna, við töluðum með senst að þetta myntkaup er komið með app, bæði í Android og Apple. Rísastort. Og þú horfir bara á bankabókina en að fyllast þegar þú opnar þetta app, sko. Það er nú bara staðan. Já, það er staðan og hérna, þá er held ég ekki eftir neina að bíða, Nei, en kynna gestinni. nei, ég við ekki að smá skýtu, en herri, Ég þá ætla að fáum leifa við. þér að kynna konginn inn. Jæja, við erum Kjartason, verður velkomin. Það er líka, hann er að taka alvöru intro, við rúlum út rauðadreglum þannig að þetta er smá lapp fyrir hann. Thank you. Thank you, guys. Verður velkomin. Takk fyrir það, kærlega. Jæja, strákar, hvað segið þið? Já, hvernig ert þú, Birkir? Vá, bara þvílíkur heiður. Við vorum að tala um ára að byrja við 3 mánuðum. Það er ekki vökar en ég hef ekki dreymt um þetta, sko. Nei, við erum Kjartason, það gerist ekki stærra. Það verðist vera góður leið hjá Það er ekki, Jó. jú. Hvernig ert þú sjálfur? Það er kannski stóra spurningin. Herri, ég er svona bara ágætur. Ég var að koma úr aðgerð daginn og er í smá stuttustopp hérna í Íslandi og annars jú, bara góður. Það er sífellt hvað Íslandi komur óvart með veðrið og svona, þannig að
Já, ég segi bara frábær. Já. Ég sagði við Leif án labbaðingaðinn að þú væri betri útgáðan á Jökul í Kalló. Hvað þá, hvernig, þú veist, bara... Þið lítið alveg eins út nema þú ert bara aðeins myndarlegri. Það er roðilega óstór þrósku, ég veit ekki hvort ég hef saman það. Hann er mjög myndarlegur. En við þurfum að taka eitt inn í reikningin sko, er að við buðum Viðar í eina þátt á þess að ég vissi að hann kynni mannganginn. Þú veist, við erum, okkar helst áhorfendur vita það að við erum kannski ekki nú að fá heimsmeistari í skák undanfarið og ég held ég væri bara að halda áfram á sömu slóðum sko, eða við heldum að við varum á sömu slóðum, svo bara kemur í ljós að Viðar er bara, já eins og kom fram fyrir þættinum. Já, hann sýndi okkur það á gamla máta. Já, þú veist, Leif og næst tíma hann bara cancela þættinum og hann leiði illa eftir þetta. Ég ætla að strauja út sko, það komið alveg nú. Nei. Ég bara... Það er ekki setja ómikla pressa á hann er mun betur en byggust við. Nei, en ég er bara með sög, ég var að spila mikið, ég var, veist hvað, 11-12 og svona og spila svolítið svona síðustu ár svona aðeins á netinu og svona, þannig að ég held að það var raun og ástæðan að ég var komin eitthvað sko, þetta heitir, þetta er skákþáttur, þannig að ég held að það væri svona skáksögurnar hafi fresti eitthvað, en greinlega ekki. En þú varst búinn að segja okkur fyrir þátt að þú værir í þessu landsliðsferðum að pakka mönnum saman hægri vinstri, þannig í þessum skákmótum. Já, ég er með svona 95% vinningshlutfall þar og svo eru Maggi Gylfa hefur verið mjög góður, Raggi Sig, svo eru margir sem er að spila eitthvað sko, en taka þátt. Já, margir sem það er ekkert worth a mention sko. En já, eins og komst hérna, ef við skautum hratt yfir bara þinn skákferil, hvernig og af hverju þú byrjaðir, hvað varstu gamall? Ég byrjaði á instantchess.com, það er eldgóðun síðust, ég veit ekki Jú, maður hefur heyrt það. Til, já, ég er líklega svona 10 ára, fjölskylda minni mikið skákfólk, við spilum alltaf árlegt mót, en þau eru, það er allir frekar daprir í dag sko, svona meira eitthvað history. Já, ég spila þá bara fullu í 2-3 ár og er alltaf okkur skákmótum og skákskólum og ég veit ekki hvað og svo svona píka ég þegar ég fer á toppur minn er Íslandsmótið þegar ég vann hvað var það? Ég vann Sýslumót, Suðurlandsmót og Vestmannaeyja og allt. Já, sem komur í gaf þér leyfi á að fara á það með einhverjum 12 á landinu í þínum aldurshópi. Algjörlega, basically við var í topp 12 í sínum aldursflokki á landinu á þessum tíma. Já, en ég er alltaf kannski með eldri hann í þessu, það er alveg rétt og svo held ég áfram hann og pabbi, hann er svolítið athyglisjúkur í garð míns og allra og hann ákvað að þrykkja henni í sunnlenska mynd af mér og öllum byggjurunum sko og skák á þessum tíma það var aðeins meira töffar í hófbolta sko. En það er ennþá það í dag. Já, það er kannski þannig í dag líka sko og þarna var ég bara svona þannig var það tímamótum, þannig að hætti ég að því að mér fannst bara ekki nógu töff sko, ég var alltaf að heyra svona frá hinum og þessum strákunum maður bara tárist að heyra þetta, en þetta er hár rétt sér því miður. Í dag hefði ég náttúrulega, ég hefði ekki bröð svona við sko, en svona var þetta bara. En við heldur að það hefði getað tjökla báðanboll á lofti? Nei, ekki til að vera sko með bestu sko, þú ert tíma og þú veist já, ég látti mig ekki það, þú hugsa þetta allan daginn sko, þannig að ég held að þessi hefði verið mjög erfitt sko. En þú hefur haldið skákinni við? Já, ég byrjaði fyrir svona 3 árum aftur að spila svolítið mikið á netinu og svona, þannig að það er rosalega gaman mikið í hótel, rútuferðum, hótel og alls konar, þá er bara frábært að gera þetta. Það eru fullt af leikmönnum í hverju liði sem eru spila mikið sko, sem eru svona samkeppnishæfir. Og svo er líka bara það sko, það eru margir sem segja, já ég kann skákina, ég er með 1000 á chess.com. Maður ættir ekki bara vökin og segja bara ég er með 1750 á chess.com. Já. Og sko annað þáttastjórn okkar með eitthvað svip. Sambarlegt, já, við erum bara á mjög svipu leveli sko. En mér langar að spyrja þér að þú varst að tala um að auðvitað þarf það að tíma til að vera góður í þessu. Ég hef oft pælt í upp í yngri flokkana sjálfur, þá áttum við fullt af efnilegum leikmönnum sem að kannski náðu aldrei eins langt og maður hefði haldið þegar voru yngri. Við áttum bara mann mótsins á N1 mótinu ár eftir ár, en enginn af þeim náði mjög langt sko. Þú náðu ansi langt á þínum ferli. Hvað finnst þér talent beats work? Hversu góður varst þú á þínum yngri árum og hversu duglegur varst að æfa? Ég held ég hafi bara verið alltaf í fótbolta þegar yngri og ég held ég hafi talið verið frekar efnilegur. Þú veist, þannig að heyra, já ég var mjög efnilegur í 7., 7., 5. flokki bara held ég svona, já, bara á pari við betri með landslið sko, svona með hvað maður heyrir og heldur sko, en svo kemur fjórðuflokkur allt inn og ég bara
stækka ekkert sko bara og svo eru menn sem taka upp úr Já. fram með þar og þá allt í hennu bara þá get ég basically ekki neitt sko í ykkur 2-3 ár sko og svo fer það svona einhvern veginn svo jafnar það sig út og sér það ekkert mikið þarna þú veist þarna það mikið svona þú veist byrja að spila 11 manna bolta skil þá eru bara svona gaurar sem eru stærstir og sterkastir eru bestir sko en og það er alltaf sjálfsögðu talent svo kemur rosalega mikilvæg perióda þegar þú ert í svona þriðja flokk og öðrum flokk og ert þú veist 14 til 17, 18 þar þarftu þú veist þar bara þú veist basically the difference sko Já. með svona grunninn og allt það er bara mjög góður stílum aldurflokki þá kemur þessi ár hana og svo alveg upp í þú veist 20 sko þú veist ég var svona frekar mikill late bloomer myndi ég segja ég fattaði ekki alveg strax hvað maður þurfti að gera alltaf ná langt og ég held að það sé bara þetta er rosalega ég held að þú veist talent er eitt hlutur en svo er bara vinnan sem að gera gæfumunni sko þannig að það er fullt af frábæru leikmönnum á boltan í sko þriðju efstu karla sko en þeir kannski netti ekki alveg að gera mikið meira en það sko Heldur það að hjálpa þær að fara svo seint út? Að mörgu leyti já bara ég var kannski svolítið seinna þú veist mér fannst bara smástu fín tímabil þarna inn á milli sem meiddist maður eitthvað svona en mér fannst ég aldrei ná svona eins langt ég ætti að ég ná aldrei eins góðu tímabili átt að ná og ég fattaði bara einhvern veginn eftir x tíma bara ég var með þú veist asma og fullt af hlutum og hvað þurfti að gera með asma þú veist að æfa meira en aðrir og það var bara eitthvað sem ég fattaði bara 22 ára sko og fullt af svona litlum hlutum bara sem að ég kom svolítið seint hjá mér og kannski var ég ekki í bestu liðunum í efstu deild sko Selfoss meðal annars og þú veist flugum alltaf beinni það var ekki vinsælt kannski en en ég held að það var allt smótlið svona í endan og maður hafði bara mikla trú á sér og maður ákvað bara að gera þetta rétt þú veist það er eitt að æfa vel og allt það en þú veist að æfa rétt og gera það ennþá meira. Já, klárt. Það er alltaf mikið svona andlega þú veist ég fór ekkert út 17 og ég held að maður fái heimþrá þá svona öldara en ég hef ekki verið að lenda mikið í. En ég held Leifur sko, ég ætla ekki að samþykkja þessa beiðni sem er þarna inni. Ef ekki bara taka eina, byrja? Já, tökum bara eina. Hittum upp, hvað viltu á þetta? Hver ertu vanur? Þú veist... Hvað er þitt go-to? 3-2? Flott? Ég er mikið, já, ég er mikið tekið bara 3 mínútur, ég spila mjög hratt. Hver er maðurinn? Nú þarftu að tala líka, við hittum bara upp á einhverjum út í bæ. Við ætlum aðeins að þeir sem voru að challenge okkur voru helviti sterkir sko. Já, meina það. En ég ætla aðeins að trekka það í gang. Það er Siggi-Leifur. Það er Siggi-Leifur bara. En ef menn er að horfa þá mæl ég með að vera á tánum núna því að eftir þessa skák þá tökum við áskorunum. Heyrðu Leifur, myndu fólk á hvernig þið getur challengeað við þar? Já, einmitt. Ef þið viljið challengea við þar þá getið þið farin á Instagram með okkar og þar í highlights í stories erum við með nákvæmlega leiðbeiningar með hvernig getið adda okkur á chess.com og challengea við þar í kjölfarið. Þannig að endilega tjekkið á því. Langt sér ég spilaði skák með svona áhörundur sko. Er það ekki? Jú. Finna aðeins fyrir núna svona pressunni en... Hvort er meira stressandi að spila skák undir áhörundur með fótbolta? Það er bara, þetta er eiginlega erfitt að spila skák sko. Sko ég sé það, ég er búinn að aðeins fylgjast með Viðar í kvöld sko, hann er með sitt setup og hann er mjög sóknarþengjandi skákmaður. Eins og hann er sem striker sko. Það er rétt. Hver er mesta pressa sem þú hefur fundið fyrir í leik? Fuck. Ég hef tekið vítaspyrnu í bikarúrslitaleik með kannski 30.000 manns fram með. Það er alveg... Það er reyfa aðeins í sko. Já. Skoraður? Sjálfsögðu. Það var mjög rétt sko. Já, þú veist, þegar þú labbaðir á boltanum að því að maður horfir á þetta í sjónvarpinu og allir lúkka svo kaldir sko. Hvernig var að labba upp á boltanum? Það var erfitt sko. Ég bara einhvern veginn... Hvað leikur var þetta? Þetta var í Ísrael töpuðum móti liðið sem var töluvert slappara við og já, þetta var ógeðslega lélegt sko í raun og veru og það voru okkar reynslumestu menn sem klikkuðu. Hvernig fór vítakeppnin, manstu það? Það var... Einu skiptum var hann skoraði. Já, nei sko við töpuðum í bróðabana. Það var Já. Tveir reyndustu mennindir sem klikkuðu sko. Það var klúður. Ok, enginn þetta. Hvernig er að tefla og tala? Fyrstu viðbröð? Það er erfitt. Það er erfitt nefnilega sko. Það er nefnilega helviti erfitt sko. Það er líka bara, þetta er í fyrsta sinn núna, ég ætla ekki að koma með kalda kauður og senstu gesti, en það
maður, sko, Viðar bara heldur segur skákmaður, sko. Ég hef þá. Nei, Ég tökum við hérna, ég ætla að láta verkinn tala, þeir eru búin að svona peppa mig upp hérna. Já, ég aðeins búin að peppa þetta Alveg tekið hérna. En Leifur, ég held að sé ekkert að hann búin að henni bara hendi í fyrstu spurningu. Já, hörðu, hún kemur frá Kristján Óla, höfðingarinn. Skemmtilegasti Samherji á Selfossi 2008? Má ég koma með spilum að hendi í top 3 jafnvel sko. Já, máttu alveg. Já. Sigur Eyberg Guðlusson. Nú 3 þá eða? Já, ég ætti að drefa því aðeins hérna fyrir Já, því. ok. Sigur Eyberg Guðlusson. Síðan það hérna Sævar Gísla, Kristján Óli Sigurðsson. Kristján Óli Sigurðsson 1. Nú, hann er bara top 3, ég get ekki sett í. En vælir hann ekki alltaf mikið, það ekki? Já, það er svona má menningarsjóka hann er alltaf sko. Það var svolítið ennig sko. Já, demum okkur næstu. Það er Kristofur Örn Þórðarsson, samstæðsfélagið þinn eða ekki? Rétt. Já. Hann spyr, hvort myndir upplifa Kína eða Ísrael ævintýrið eftir? Ísrael. Já. Af hverju? Fljótt svarað. Það er bara kekkjaði stæði sko. En það málega það? Já. Já. Gæðin í deildinni meira í Ísrael eða Kína? Já, ég held að það voru meiri Ísrael, þeir eru mjög fínir leikmenn það sko. Og þú veist, já, engin útlendingaregla. Nei. Þannig að já, þetta er easy sko. Fyrir nöru. Svo Helva Möller spyr Þetta er allt persónlegt. Besti leikmaður frá Siglufirði sem Vök hefur mætt. Hvernig byrjaði þetta? Þessi Helva Möller spyr Hvað sagði, hvernig? Besti leikmaður frá Siglufirði sem þú hefur mætt. Besti leikmaður frá Siglufirði sem ég hef mætt. Grunar að hann hefur mögulega einhvern tíma að spila við og sér frá Siglufirði sko. Já. Þú vil vera ógna með þetta maður. Það er hægara sagt en gert. Já, Það er líka góð gæði sko. Já. Hvað sagðirðu? Besti leikmaður frá Siglufirði 2006. Ragnar Hauksson. Já, takk. Já, takk. Þetta var öll sko. Já, við rúlum áfram. Keli spyr, Hrafnkell, Keli the Cat. Eiki Rafa eftir 2 rauðvínsflöskur eða Raggi Trausta eftir 10 kalda. Hvor væri hættulegri leikmaður? Bara sko, hvar? Þú mátt eiginlega bara velja. Já. Hættuleg leikmaður bara. Þetta er bara tveir stórhættulegir sko, en ég held að Eiki er það vanur hann er það vanur rauðvínsflöskunni sko, eða svona, hann er góður rauðvínsdrykkjumaður, en ég held að Raggi Trausta að veri stórhættulegur, hann er stórhættulegur, hann er svarið sko. Hver er besti leikmaður sem þú hefur mætt? Ever? Það eru svo margir Já, maður. þetta er erfið spurning. Já, þetta er bara, þetta er búin að spila með, þú spila bara landsleiki skilur, þá er þetta basically, bara þú getur valið basically mitt, þú spila með Belgíu skilur, þú spila með bara veldi eitthvað þar, Já, ég segi bara takk. Bara takk. Hazard. Ekki bara segja eitthvað hans að segja. Nei, Hazard bara, þetta var mjög góður. Ekki bara ágætt svar. Já, hvert er ég, hvað er að gerast hérna sko. Þetta er, Já, þetta er svolítið, við ætlum ekki að reyna. þetta er svolítið búið sko. Já, þetta er, Ég ætla að reyna bara að vinna á tíma núna. já. Er þetta 3+2? Já. Já, fæði viðbúttíma sko. Já, það verður ekki aftur á mér. Nei, ok. Ég spila bara 3 sko. Takk. Takk. Doktorinn spyr, Já. fær Viljan það virðingu sem hann á skilið? Það sem var hann að segja það? Já. Nei, ég átti gott samtal daginn við Tóma á grúsinni og hann var að tönglast á því á mér eftir þetta season að Viljan hafi bara ekki verið, hann var bara óöppinn og við þurfum að bera meiri virðingu fyrir nafnum. Já, það ekki það? Já, jú, ég held það sko. Ég náttúrulega mikill Chelsea maður og fylgst með þeim lengi. Já. Hann er töframaður.
En það bara mér finnst það alltaf vera að skjóta í slána eða gera eitthvað flott, en það skilaði sér aldrei í tölfræðinni, líka hjá Chelsea. Já, mjög óöfn með það sko. Það alveg rétt sko, hann heppnast ekki mikið upp með það sko. Nei. Þannig að hann Ég held þessi komið tíma að gefa Já, sér skál ég- og taka við Það er bara að gefa hana. Leifur, þarftu við músinni? Gefa hana bara. Sjá. Ég ætla að vanda hann liður næst maður. Já, Þessi var þessi gæði var góð heldur góður. Herru, við tökum Chelsea núna Já, Látið vaða Vökir er klár, hann vill 3-0 Herru þetta er stórt. Þetta tökum hana bara. Já, nei, takk til þessa frekar Kvambergin. Já, hvað Aftur. aftur? Við þurfum að hafa Þetta er- Vökin á þetta er- winning track Þessi er í landsliðinu, sko, úlinga landsliðinu. Já, sleppum honum takk Kvamberg, komdu með annan? Úlíka landslið. Við þurfum að taka fyrir að síða, sko. Þarna, herru, það er 3 ára mín Þrjá með slétt, eða? Kom. Já, let's Það go. er það. Jesus, þetta er rosalega Ok, það er Það síkilega er alltaf síkilegar. Já, En nú er bara líklega að gera það sama og... já, heldur það? Já, mig. hvernig er það? Það er ég að breyta bara. Sko, ég get sagt þér það að þessi gæði sem er að tala um á því, Já. hann vinnur með mér í Arjónbakka Já. og hann er búinn að vera með kvíðan út í maganum senastlega viku að tala um á þér. Það er Af því að þannig. hann er með 100% skora á móti gestunum okkar Já, og ég meina. sagði við hann, þú lendir á vegg í kvöld, ég get lofaði því. Já, getur verið. Ef ég teki ekki sama sumu, sko, hræðilegu skákin á þann, þá gæti það gæst, en Ég er líka Yes, ánægð sir. með við hann er bara með sitt setup. Ég er alveg búinn að spotta það, sko. já, ég með nokkur Er- mismunandi. er- Já, nokkur í vopnabúrinu. Mér áttur að dreyma þetta setup í kvöld, sko. Þetta er nákvæmlega setupið sem hann pakkaði mér Já, saman í, Leifur var með svitakast í nótt, sko. Úff. Þetta er svona annarkvort eða settur þið, sko. Það er málið, sko. Þessi er skemmtileg reyndar, frá Bóagnari. Hvað leiði best og er eitthvað move sem þú sérði eftir, sem þetta vendalega félagskipti? Já, hvað leið mér best? Vá, það er rétt. Það er bara svona, það er mix á milli Ísrael og Noregs, basically, hvað mér leið best. Sé eftir smá Kína, já. Sérðu eftir Kína? Já, ég sé smá eftir, já. Á þeim tíma, sko. Þá, Og svona, ok, nú langar við að spyrja þig, varstu ekki að fá rosalega tilbúð þá? jú, en þetta var á vetri til og þú veist, deildin í, sem sagt, Noregi er að klárast, sko, hún er að klárast í nóvember og það er bara einhvern veginn, þú veist, fannst mér, þú veist, svo spilar ekki í 1,5 mánuð og svo kemur allt inn bara, þú veist, janúar, þú veist, það er bara þannig gluggi sem að, þú veist, er ekkert ógeðslega margir einhvern veginn að tala um, en það voru mörg tilbúið að koma sumar og það var bara satt nei við öllu, sko. Já. Kemur á óvart að Ísrael skori jafnátt á Noregur. Hvað var það sem að heillaði svona þar? Bara lífið, stuðningsmennir, hitinn, passionið og, þú veist, bara borgi og geggjuð, skilur, þetta er svona, þú veist, mörg atriði sem halda stendur, sko. Já. Snýru Noregu, þannig að, Hvernig lýsir á stöðuna þína? veit ekki alveg. Allt sem laði ekki geði. Ég sé það svartara, en Sko, ok, þetta... Ok... Já, ég hef alveg séð það þar ekki alveg... Já, nú fer þetta að vera spennandi, Þetta er sko. svona... Skemmtilegt. Svo minnst það, þetta er 3-0 núna. I like it. Nú er það helvitist tími, sko. Hann er mjög yfir. Svo vill maður ekki segja of mikið, sko, því að Nei. þeir eru að hlusta, sko. Við erum við nóg tíma. já, Já, hlýja kveður á Ísraelina. Það er staðan. Hóta máti. Hann hóta mótinu, sko. Hóta máti. Já, takk. Unnar Snær fylgir eftir spurningu sem ég var að spyrja á hann, eða svona. Stærsta lið sem reyndi að fá þig. Vá, góð spurning. Já, skemmtileg. That's a good one. Það komið nokkuð fín lið, sko, Já. og já, ætla
Bara að gera þetta, kallið minn. Þetta 1, 3, 1. Já, takk. Hérna Zenit og komið Stuttgart Var ekki eitthvað í Premier í bulleða? Bordeaux. Jú, það samt, það eitt, reyna að fá þig að, hafa áhuga eða, komið svo öllu í gang, Ég er að meina lið sem var bara svona, komið hérna basically með hérna tilbúð, Já. Já, takk. Þetta er svo gott. Er hann að náður á tíma? Fuck. Úf, mér lýst vel á þetta maður. Já, ég vill bara viðar klukkan. Ekki láta á máta þig. Þú þarft að vera smá fljótur núna. Ég ætla bara að segja. Já. Bjarki, hægðu á þér. Fuck, ok. Mér langaði líka að spyrja þig. Ef Arsenal hefði komið, já nei, ég veit að tímur að líða sko. Þú verður að lifa hann um. Come on. Ég vil sjá fyrsta sigurinn í kvöld. Fuck. Tjúkli Bjarki sig. Nei! Það var vant. Bjarki, gefðu. 3-0. Búin tíma, Bjarki. Þetta er óþægilega stressandi sko. Já! Let's go. Hvað er með? Nei, náslipið maður. Ok. Nei. Fuck. Kom on. Ok, alltaf leið. Já. Let's go. Takk. Hvað er viðbátt tíma á þessu? Það Nei. líður ekkert á klukkunar. Nei, Bjarki bara... Þetta er fokkin 3,2 sko, eða ekki? Nei, þetta er ekki 3-2 sko. Þetta er hann snöggur maður. Líður ekki sekúndu hjá hann sko. Sko, hann sagði við mig að hann ætlaði að bjóða Hjörvar í bjór til þess að teflaði við þar. Ég skýtar að hann hafi gert. Já, mér sýnist að hann fengi. Já. Hann er að falla tíma. Kláraðu hann bara, kláraðu hann. Þú getur prímó, þú getur leikið kóngnum eitthvað áður en að fyrir hann. Já. Fokkin helviti maður. Verja þetta. Nei maður. Herru. Vel gert, Bjarki. Já, Kvambergin segjum maður. Besta í Það Bjarka, er bara... hann tekur ekki þessu vinninguna sko. Herru, tökum það... Mikael. Já, tökum Mikael. Já. Við hefum þurft sko að... Já, tökum þenn Arnar Mark. Þú ert að lendi að... Sko, Kvamberg, ég hef aldrei séð hann svona segja. Hann er búinn að vera að tefla oft hjá okkur. Já. Það var alvöru skák hjá hann. Allt í lagi. Allt Allt í lagi. Frábært. Allt í lagi. Ég finn blóðbrað á tönnum og við þess. Já, hann ætlar... Nú er ég bara búinn að breyta. Já. Þannig að ég er með 3 ára aðferði cirka sko. Já, ok. Það er svona cirka eitthvað annir sko. Vákvæmiðist gaman að því ég var ekki búinn að lesa yfir alla spurningarnar. Já. Það er nokkar sem búin að hrannast inn. Já. Það eru svo skemmtilegar. Gunnar Þær eru Helgi, geðveikar. félagi minn, frábæra spurningu. Heimskulegasta fjárfesting sem þú hefur gert síðan þú eignaðist pening. Gunnar Helga Pállsdóttir. Geðveik spurning. Hún er mjög góð. Hún er bara líka á fullkomnari þetta sér sko. Herru, ég fór í... ég fór í sem sagt, keypti Jesus. Já, félaga mínum í Ísrael, hann plataði með að kaupa sko fyrir sko formúa af peningum. Já. Það var það var svona eitthvað spraybrúsi, antibiotic sem átti að vera eitthvað voða dæmi sko. Svona eins og X-Mist eða eitthvað svolítið segja. Sko ég er í X-Mist sko, það er alvöru dæmi sko. Já, þetta var eitthvað svona Cingino, eitthvað svona... Það var bara eitthvað, nei málega þetta var svo illa reikið. Þetta átti að vera bara, þetta átti að bjarga fjölskyldunum mér bara til ævilöka segðan. Og það er alvöru sögur að alvöru red flag sko. Og ég bjarga fjölskyldunars. setti sko way too much í það, var það hringt sko svo bara svona árið seinna. Þá var þetta komið þá var sem sagt komið svolítið lausafjárs vandamál eins og gerist oft á hlutum sem eru illa reknir. Og
Það var algjör þæla sko. Svo er maður alveg, svo er maður gert eitthvað meira en þetta er svona, stendur upp út af upphæðinni sko. Hún var ómikil. Fær hann jólakort í ár þessi gæði? Þetta er félagi minn, þetta er hérna, já þú veist, sko, hann er drengur góður. Hann hljópaði þess á sig þannig? Já, alveg big time sko. Ég held að það sjálfur sko, eitt heldur miklu líka sko, þannig að það var eitthvað leiðilegasta mál sko. En þú bjargaðir ekki fjölskyldunni með þessu? Þetta var alls ekki eitthvað sem að situr eftir í dag sko. Nei. Ekki að neina liti sko. Djúlega þetta að segja góða sögur og spila. Ég veit að kallum það. Alveg en það er bara þessi challenge. I like challenges. Skemmtileg spurning, Arnar Gunnlaugur spyr hver er forgjöfin hjá Vögg? Vá, takk. Það er sko eitthvað besta var forgjöfin mín forgjöfin mín var skal ég eitthvað segja 22 eitthvað cirka. Þannig að En í dag? hún er ekki sko Já, þetta er ekkert grín, sko, gjamma og tefla. Jesus Christ. Þetta er alltaf leið, við erum búin að vinna kvöldið, hann tók leif, svoleiðis á hann og... Já, hann skeindi mér, ég gleymi því ekki, sko. Með ekkert eðlilega flottir fórn, sko. Já, ok. En já, forgjöfin í dag, svona cirka. Þú veist, búin að spila svo lítið undir sko, þannig að það er bara, hún er bara núlast út nátt sko. Tími. Sko... Jón úr út í bæ segja atvinnumenn hafa átt svo mikið tíma þeir geta golfað eins og vilja. Hversu mikið er hæft í því? Hversu mikið tíma hefur sem atvinnumenn? Mjög mikið tíma sko. Já, það er svo vissi. Það er bara, við erum tímið að gera, en alltaf veist, þú ert með fjölskyldunni nótt með þér og svoleiðis, þannig að það er það er eins og ég segi, þú veist, það er alveg alveg nóg að gera sko þannig að sko Voru ekki, hvar spilaðu mest golf? Ég myndi giska á Kína, það eru rugglaði vellir það. Veitu hvað gísk hvað það eiginlega? Er það way off? Já, way off. Kaldar hvað sko. Það sést í Malmö. Við spilaðum lágmestara, rosa flott vellir í kring sko. Ég spilaði mikið að reyna með Kára Átnaði mitt sko. Kláraði hann ekki. Af því að Arnar Gunnlaugur spyr, að langar mig að spyrja, væri við til í að enda ferilinn á Íslandi? Já, fyrir Arnar Gunnlaugs. Já, ég er alveg opið fyrir því sko og þú veist það væri bara skemmtilegt sko það er rétt að kombæna þetta Já. Kom, klukkaðan bara Sýnd okkur hvernig að gera þetta ok Come on, við langar svo við síðust á Ok Yes! Come on. Áfram Já Come on. Yes! Skákar já! Let's go. Yes! Takk Já Kaffe síku Cozy. Kósi teppi Yes! Hvernig kaffi maður böður? Rauðan Merill bara Merill bara, uppáhelling. Já Já. Geðu bara við að drottningu takk Fljótur Jésús Yes Yes Get in. Get in Get in Nú maður það bara fagni þér Ég man ekki alveg, veist, það er bara það er sko líka þessi mús þetta er alveg, ég þarf að fara að hækka tíma sko. Hækka rána Þú mátt ráða tímarkunni sko Já, við tökum 5 eftir Þú hélst að vera að koma í cozy teppi, bara viðtal og kannski smá spjall. Já, veist, Þetta er með hitakleðin, smá þessu sko. sko líka sko Já. En já, svara spurningu Arnar, ég kem til Íslands að spila líklega ef að skólokkurinn verður í fínulegi eins og ég held að verði Já Hvað ertu gaman núna? Ég er 31
31. Lít út fyrir að vera yngri, ég veit það Já, sammála við. En jú, 31, þannig að það eru fullt Nóg ára eftir Já, þú veist, það er, þú veist, skiptir engum máli, maður, sérstaklega svona strækjara sem er ekki, sem er ekki að treysta bara á einhvern hraða, þú veist, þú veist, öðruvísi leikmaður, þá, þú sér, hugsa vel um slokkina, þú veist, bara no problem, sko. Hvað er það til delivera mörgum kílómetrum leik? Skemmtilegt. Já, það er spurning, sko, það er svona, liðurinn sem ég núna er látið hlaupa allt of mikið fyrst mér, en það er alveg 11,5 km ótt, sko. Já. Þú veist, það er svona mikið, þú veist, þú getur lendur alveg í 10-10-5, en þú veist alveg, við erum að taka gegen hábreið svona, þannig að, og þannig að það er alveg 11 pluss. Já. Þannig að maður getur alveg, maður getur alveg hlaupið, sko, það er alveg rétt, sko. Það sé ekki þekktu fyrir það. Nei. Men já, það er ótrúlegt hvað úthaldið, eða sem sagt ferillinn hefur lengst hjá íþróttamönnum í dag. Það er ekkert smá, sko. Það er bara, menn, þú veist, þú sér, skóar, þú veist, það er 20 ára aftur í tíma, menn voru að hætta 31, 32, sko. Já, akkurat. Það er húsað, sko. Þú veist, ert þú liðtakur í eldhúsinu? Ert þú að græja á því bara ekki morgunmat og... Ég er góður í eldhúsinu, sko, það er alveg klart, sko. Ja, þú veist, að mín, sko, upp á mínu leveli, þú veist, ég get búið til nokkra fína réttu, ekki það ágætlega, en ég, þú veist, ég er ekki Michelin kokkur, sko. Hver er þinn sérréttur? Alltaf gamla. Minn go-to réttur, ég bý til svona bacon rjómapasta sem ég gerir bara svipað á þessir veitingastæðir, sko. Já, það ekki það? Já, það er svona sveppa, bacon, rjóma, þú veist, geggjað, sko. Nú er ein spurning frá Danieli vinni mínum sem að komin ekki aðeins en ég bara, hann baði mig að spyrja ef þú þurftir að reiða fram vín með henni hvert er svona go-to? Go-to vínið? Já. Ég er svo lítill vínmaður, sko. Þú ert lítill vínmaður? Ég myndi segja bara Lambrús, sko, ég veit það er mjög óvinnselt og þetta er bara ógeðslega vont vín, sko, en... Við erum Ardakulus eftir, sko, hann er skellir hægja þessu, sko. Já, ég er svo lélur á vín, sko. Það eru fyndið út, sókna sinna það með hvítt og teflir þessu, veit ég hvað, en svo. Þannig. En byggja múrin, sko. Áttu maður ekki að sætta sig í jafntefli? Jú, þeir segja það. Já, er hann ekki Viðar hann spilar skákutir rúsneska. Er þetta ekki mikað með 1900 stig, eða? Jú, þú ert að kemja móti, ég ætla ekki að segja hvað hann er gamall, en hann er góður. En hann er mjög góður. Já, svo mikið að spurningum maður, Já, við verðum að ná að klára það, sko. Annars frá ég haturspóstaði. Rikki G spyr, hvað að taka marga hringi með Tenebrosa Richard á Las Vegas næstu áramót? Það er líklega bara, sko, 18 á dag, líklega, sko. Það? Bara negla hvort Tene, það er hópferð. Hver er það? Íslensk. Það er bara neymið, sko. Já, þú hringdir í allgengi. Já, ég fyrir með félaga mínum allavega. Er Richard kóngurinn? Richard? Já. Þú er það bara, við kannum að segja það. Hann er geggjaður og fyndinn og gaman á hann, sko. Kóngurinn er stórt á það, sko. Já. Please, lækka hans rómin í Birkja, þegar nota kóngin yfir all. Hann er ákveðin kóngur. Já. En maður þarf að fara varlega með þetta orð. Já. Já, takk. En hann er svona geitin. Geitin. Já. Geitin. Sko, ég held að... Já. Sko, það er ekkert sem Viðar elskar meira heldur en að fórna einum góðum kalli. Já. Já. Fórna, sko. Það er mjög vinsælt í... Það eru kalda kveður. Næsta spurning. Hvað er það? Á mig? Já, kalda kveður á þig. Hvort er þið meiri skellur? Að fá sömu klippingu á pabbi eða falla niður fyrir 1500 stíðin á chess.com? Sömu klippingu á pabbi. Sko, ég hef alveg farið úr því bara nánast á, sko, 2 dögum að fara úr bara 1650 niður í, sko, 1500, þannig að ég tek það því að ég var ekki, sko, ég var alls ekki til að gúttera það svona akkurat núna að fá sömu klippingu á pabbi, sko, því hún er kannski ekki upp á marga fiska. Það má alveg vera með það, sko. Það er líka erfiðar að vinna það kannski tilbaka. Já, þú varst að gera það, þú varst að kaupa það tilbaka, sko. Þú vinnur aldrei tilbaka, sko. Nei, ég bara... Ekki á náttúrulegan hátt, nei. Nei. Hvort kitlar Viðar Örn Kjartansson meira? Kokteil á ströndinni eða grænt baukur í Landeigjarsveitinni? Frá Arnóri Brynjarssoni. Þessu heldur góð. Já, það er skemmtileg. Ég er líka mjög spenntur. Grænt baukur.
Ég veist að hérna ég sé þú veist, bæði hljómarlega frábælega sko. Ég sé meira samt hérna í ströndinni sko. Hann er Ströndin? Þú tekur kokteilin. Já. Það var bara að vera að reyna að taka drottninguna að mér bara og nú bara hver einasta múi. Hvernig er það? Þú ert líka tíminn, mástu. Þú ert ennþá bara... Hefur þið náð einhverju þjóðhátíð? Það fyrir náttúrulega kannski erfitt. Ég heyrði einhverju 2013 þjóðhátíð. Frábært. Takk. Takk. En ég ætla ekki að segja meira. Nei, það er hérna svo sem þetta var þannig að það var við fengum einn hérna Herru, þannig að þú ert að pakka hann. Já, þetta er hakkavill. Ef þú tekur hennan gæja, það er talandi power move. Já, það væri næst í að stóra. Viðar, þú verður að vinna þetta. Já. Viðar, come on, klára þetta bara. Come on. Bara ekki ráta á mann þig, þú ert að pakka honum sko. Við vorum upp á hérna drottningaskíti. Sko, Leifur, ég lenti í fyrir þátt sko, það voru margir að segja eitthvað að ég er hættur að horfa því erum alltaf að fá svo lélega skápa. Svo segi ég bara, bíðið til þetta kvöldsins, bíðið. Heyrðu, Sweet. Þú ert alltaf fljótur á þér. nei, Ég? Nei, Birkir, alltaf að peppa. Við erum kóngarnir í jinxinu, ég og Birkir, sko. nei, það er ekki hægt að Ég var að fara að sleppa orðinu sko. Það er ekki hægt að syngja þetta. Já, ok. Bara ekki ráta á móta þig, eina sem ég biðum. Don't be fucking with me, I got two back. Gerðu bara allt sem þú vilt. Já, já. Nei, mát. Takk. Já, já. Vantar bara síkó núna sko. Máttu ekki drepa. Nei. Jú, máttu drepa. Gerðu bara Nei, máttu ekki drepa, sorry. Hann á einu sekund eftir sko. Það er klíðan. Nei, ok, þetta er bara það, skiptir ekki máli. Við erum búin að vinna það! Það er alltaf að tella maður. Yes! Hann er 1900 stig, sko. Hann er hacks þessi. Herru, við erum segið mér þá, það er best að vera gæðin sem er 1800, þessi gæðin 1950, sko. Já, það er vist. Þú ert að toppa þér. Já. Ég er líka þegar löngu búin að, ég var bara því að stressa mig bara. Tveir gjambar á þetta. Og frekja vélinn í gang. Ég var að fara að leika mér að hvernig þetta máta. Sko þetta gera svona, þú veist, sko ég bara náði fyrir drottningar eða eitthvað svona skilur. Já, það er eitt í fuglaberginu, sko. Já. Nei, það er ekki til helðis rímat sérna. Nei. Þú tapaðir. Baldur Þorleifur spyr og við komum aðeins inn á hann. Reglur fyrir aðrjámboka. Reglur verður aðrjámboka. Já, stórt er það. Það Hvað stefnir á að spila lengi? Þú getur fljóta afgreitt. Ekki. 31 árs í dag. Ég þátti þessi svona 35 hættur. Já. Taka, þú veist, ég það ekki að vera 39 ára bara, þú veist, enda, þú eru að skipta mjöðum 40, sko. En ertu að horfa þá í fyrirliðinu, ertu að horfa á bankabókina? Ég bara, já, ég meina, þú veist, þú eru líka, þú veist, bara bæðið, sko, þú veist. Þegar þú hættir á gaman að þessu, þá er ég bara hættur, sko. En það ekki það? Jú, þannig að ég tel mig hafa verið að fórna, með því að fara allir svona ýmsa, svona Þú ert ekki með hennar hefðbundna fyrir? skrítin að landa, skiljum, Nei. þá má maður að svona hugsa það, þú veist, Já. bara, þá vonandi getur maður, Þið þykir vænt bankabókina eða? já, svona, fyrir utan nokkur af þessum fjárfestingum með hérna. Það gekk vel á hann að brósið hennan í Ísrael. Já, svona hann reyndi að, Hann reyndi að eðalega allt sem hann gat. hann reyndi að ná höggi. Maður lifir og lærir, maður lærir að því brent bara fór á steldinu alltaf. Já, algjörlega. Ertu eitthvað búin að pæla í hvað langar að gera eftir feril? Já, ég er búin að pæla mjög mikið eftir I turned 30, sko. Það er bara leiða maður 30 þá svona, þá var mikið að pæla þessu og það er alveg, þú veist, ég er ekkert sprenglærður en hérna, ég er bara ekkert lærður, þú veist, en ég er að hugsa hvað ég á að gera og hvað er best fyrir mig og þú veist, ég er að reyna að hugsa svona hluti sem að getu hentað mér. Já. Ertu með eitthvað hugað eða? Já, veist, það er náttúrulega bara, því ég held að sé tengt fótboltanum og þú veist, svona
svona ertu að reyna að hafa eitthvað í gangi sjálfur skilur með Já. eitthvað svona fyrirtæki og annað og þú veist, það er bara það sem maður er búinn að vera svolítið að vinna í síðustu, já, bara, veist ekki, síðasta árið og annað, þannig að, þú veist, svona hafa eitthvað svona, sko, en auðvitað náttúrulega þetta er sniðast fyrir mig að vera eitthvað í kringum fótbolta, hvort sé umbóðsmennska eða þjálfari eða eitthvað tengt í, sko, Já, og, já, það er svona, það sé verið að pæla í. já. Eða bara að vera skákmaður. Ég var einmitt að pæla í dag, svona að hugsa, þú veist, svo var ég bara, þú veist, ég þyrfti sko fleiri klukkutíma í sólarhringi til að svona aðeins catch up við einhverja gæja sem var þetta upp. Já, já. Það sé mjög lítið, ég mun hafa að vera svona hobby, sko. Það ekki það? Já, þú veist, bara ekki meira en það, sko. Nei, þetta er gott hobby að grípa í, sko. Já, veist, ég verð ekkert að fara í mótin og reyna að vinna einhverja af þessum bestu, sko. Ég er svona að væri gaman að vera, þú veist, þetta er skemmtilegt. Já. Herri, já, Brím, þú ert nú leik. nú erum við, sko, Erjens Skottur búin að trekkja vel, þetta er Þessi gæði með 2-2. markaðundur Já, ok. úlíkalæsismæður, sko. Og reynda markaðstjórun okkar líka. Þú meina það? Já. Já. Aftur, fara ekki að vita hvað hann er gammal, sko. Nei. Við höldum hér til haga. Ok. Hann er á back-to-back victories. Hann er búinn að vinna 2 í röð. Vá, ok, Hjörvarsteinn spyr. Hjörvarsteinn, Já, þessi Védinsson. gæði, ef þú getur komið smá, Ég kom að þarna, þú getur sagt smá sögu Hjörvarsteinni. já, ég kom með svona, hvað var það, fróðleiksmála. Þú mættir í Íslamótið hana. Rétt og spila mot honum og hérna, Við getum orðað að hann lítur út fyrir að góða skák. já, 100 sko, þú veist, það er bara hérna, hann sem sagt vann mig á svona, það voru svona, ég var í Íslandsmótunum sérst og djöfullinn, það er truflað mig, Já. hérna, svona, já, töpum bara einum, allt í góðu. Takk. Hann vann mig á svona 20 sek Á Íslamótið? á Íslandsmótinu Já. og ég held hann að við rústaði þessu mótið þannig sko. Þú leiðir ekki illa á það? Já, þú veist, ég er svona bara að segja með mér, þú veist. Þessi gæði er eitthvað vél. Já, Já. þú veist, hann hérna, ég var alltaf í sjokki sko, af því að allar skákinnar voru cirka, þú veist, tók alveg, þú veist, 30-40 Já, mínútur alveg einmitt. sko, alltaf, en nei, hann bara setti mig, Þessi gæði tók þig og rúlaði upp og já, reykti. hann setti mig bara á minn stað, Já, fyrir sko, bakkaði bara saman. það var ósælegt sko. Já, já. Man alltaf eftir hann, út af þessu skák, Já, sko. já. Menn er að tala um það. Hann hefur oft talað um sko að vendipunktur hans ferli var þegar hann vann þig. Og eftir það ákvað hann að vera stórmeistarar skák. Já, ég raun það sko. Það er svona hleypt honum upp á nýjar vittir í Og þessu. þá vissi hann hvað hann gat. Já, Við erum eftir senstu skákir, þá erum við að tala um það, hérna, þeir bara, þú er ekki að challenge þig. Þú er búin að fá frá 2 að bara, það er þannig. þú er ekki vélina, sko. Sælir. Hann er náttúrulega sko, fyrir okkar average hlustendur þá er hann náttúrulega, áhörðu þá er hann náttúrulega, já, það heyrist mikið í þessu fólki þegar hann fá hina gestina sko, heyrist Já. lítið inn núna. Já. Því miður. Því miður. Skili. Þú veist, við erum að fá challenge núna mútið sko Íslandsmeistara sko. Það er bara svoleiðis sko. Já, ég sé það, maður á gaman að þessu. Númer 1, 2 og 3. Rétt. Hvað hefði verið Kjartansson sett hann ofta á móti Dönum í Parken ef hann hefði spilað allar 90 mínúturnar? Þetta er geðveik spurning bara við. Elias Jóra. Þetta er sick spurning sko. Hvað ég sett hann, já. Líklega lágmark þrenna. Ég spila allar 90 minnir. Ég hefði svona 100% störmitöð. Það ekki? Já, það er klart sko. Þú komst inn á hvenær? 70.000 og eitthvað. Nei, 60.000, ég maður ekki, ég var alltaf ekki. En þakkar ekki tröstið það? Já, ég verði eiginlega að henda því inn í atómi sko. Ég hlýt nú að vera að þakka tröstið. Það er ekki til betur en að taka tröstið til að mæta bekknum og Nei, setja equalizer. Nei, ég er alveg samanlega sko. Það hlýtur að vera. Sko, þú ert í... Kemur einn nafnlaus hérna, hvað getur þú sagt okkur um
Vestfirðingin Eika Rafa. Við erum að taka við Selfoss í sumar. Nei, þetta er Söris. Þetta er Sörensen. Já. Þetta er Söris. Vestur Íslendingin. Já, vestur Íslendingin Eika Rafa. Ég Já, Lúmskur. myndan, hvað séu tekur hann við Selfoss? Já. Það er sama spurningin með Gary Martin þarna. Já. Ég held að séu nokkur ári ekki taki Selfoss. Það ekki það? Það er náttúrulega ná í úrslit. Já. Það snýst úrslit. Sörensen spurði í kjölfari, sjáðu eftir. Þetta er svo kalda kveður, ég er bara hrollur að lesa. Nei, lesa þetta bara. Sjáðu eftir seðlum sem voru Gary Martin. Sjá eftir seðlum. Hugsar oft þess að, heyrðu. Lúmskur er hann, heldur stjórn. Við sjáum hvað var að gera, sko. Já. Það lífi í þessu þá, sko. Það er alltaf sko. Segðu ekki að hann er 2000 og eitthvað. 22. Ég er nú bara ánað með að vera komin bara á Já, þennan ég stað. held það bara, Já. Þú mátti ekki bara vera það sko. Já, ég ætla bara, veist, bara slaka á hérna. Já. Njóta. Já. Svo er Kári Kristins sem spyr hvert fer The $1 Million Man í klippingu Á Íslandi. á Íslandi? Ég? Já. Ég ætla að Millendal er ekki Lúðvík Jónas, nei, hvað heitir það? Lúllin. Lúllin. Lúllin maður. Lúli Jónasar. Kóngurinn. Ég fer í klippingu hjá honum hérna. Það var leikur, já. Já, segur maður. Takk. Já, er flott. Já, búið. Ok. Það er búið sem Leifur, búið. þetta er músinni. Músin. Að sjá. Spurðan Leifur. Ég fer í klippingu hjá bróðir pappamins sem er í hérna Rækarstóð Björns Björn Björnsson. Við tökum við tjálusum. Er það rugglega þegar ég segja að það sé á Selfossi eða? Hann er svolítið. Hann er á Selfossi, já. Ég fer át og þangað, sko. Já. Mælur með ferð þangað? Menn gerir sér ferð þangað? Já, ég stæði, þetta er útlitið er góð fjárfesting. Þetta. Já. Herri, þetta er tætt matchup. Arnar Ingi, já. Arnar Ingi, þetta er 3 og 2 reyndar. En svo baðast ekki Ok, alltaf. Það er svo þar. Það er enski leikurinn. Rétt. Nú vil ég sjá third victory. Varlega, já takk. Hvert ykkur gullskóðan í ár í Pepsi Max? Spyrir Unnapall. Fylgistu vel með íslenskum bollarum? Já, gera það, sko. Hver er þú gullskóin? Það er mjög góð spurning. Hver er markaðist núna? Það er líklega Sævar Atli. Sævar Atli, er hann... Vel sem er 6 mörkis... Nei, hann er með... Ég held að sé Sævar Atli... Já, ég ætla bara 8. Ég er ekki... Ég held að vita ekki maður, Jú, ég held að Jó, það er hann, sko. Ég bara pæli svona... Ok, þú veist, það eru usual suspects. Þú ert með Thomas Mikkelsen, Patrik Pedersen. Já. Þú ert með Kjartan Henry, jável. Já, hann alltaf, hvað mista hann ekki alveg? Jú, hann er bara alveg börn. Sjálfðu því að hann tók markið að Kristján Flókan maður. Já, það var rángstart. Hann er ekki búinn að skora í sumar, sko. Já, hann var ekki búinn að skora, Kristján. Það var kallt, sko. Þetta, það er líka alltaf að segja bara, já, ég sá ekki að, ég var ekki að horfa í kringum. Maður veit ekki. Þekkjandi Kjartan aðeins, þetta er gruna með alveg, þannig að... Já. Það er meina að maður þarf að hugsa að svona trekkja sig í gang líka, sko. Já. Smá riski, en þú veist, það er aldrei, það er erfitt að segja, maður veit aldrei svona hvernig, þú veist, hann sér þetta fyrir sig, sko. Ég held ekki því næstu í fullirt reyndar í þessu tilfelli. Já. Það var svona meter frá marklínni og boltanleginin og hann nikkar í hann, sko. En það var ekki dæmd rángstæði, held ég. Nei, það var ekki dæmd. Þannig að það var ekki verið það. Ok, það eru hópar á borðinu. Það halda við saman, sko. Við gleymum alltaf að það er að hlusta. Já, við gleymum því ótt, sko. En við getum alveg þannig að vökin er ennþá á plústíma, sko. Það er búin að eða 2 sekundum, sko. Hefði ekki hentað Jóni Guðbrands og Selfossi betur ef hann hefði valið körfuna á sínum tíma, spyr Mækarinn? Jó.
Það er í raun og veru 100% sko. Það er svona hafa náð svona fullfilla his potential sko, sem er alltaf bara hæðin. Það er hann svona, það er það sem hann gerir best, stór og sterkur og ógnar sífellt með hraða sínum og krafti. Já, takk. Það fara að hitna undir Arnari. Arnar er líka komin undir kósi teppi hérna heima á sér og auðvitað fórna Viðar. Grjóthart. Maður er bara stressaður sko. Ég líka bara vill svo mikið að vinna þetta sko. Eru búin að gefa vinningin í kvöld eða? Það er Bjarki Kvamberg sem vill ekki taka vinningina. Nei. Hörru, ha? Takk! Gamli maður. Hóttan. En menn héldu sjáðu þér nokkuð hérna. Hvernig ætlar hann að svara þessu? Sjáðu þér hvað ég er að gera hérna. Já, nei ekki músina sko. Nei. En sko, en menn héldu að Vögar mæti engan til að fíblast. Nei. Takk! Segur er hann maður. Segur er. Takk. Þú ert að taka gæja hérna. Nei, það get helviti sér rýma. Þú tapaði skákinni sko. Það er bara svoleiðis. Ertu jafnfættur það? Þetta er hæri svona öðrulega betur en maður er alveg með góðan vinstri út, klárt sko. Hún skora mikið vinstri, þannig að Þú skorar með hægri, þú skorar með vinstri, þú skorar með haust, þú skorar alls staðar. já, Í hverju ertu bestur? það er breyst svolítið með árunum svolítið sko. Þú veist, maður svona byrjar að meira, þú veist, fyrir eftir hvernig spila með svolítið sko. Já. Ég var alltaf bestur í að held ég, þú veist, bara svona að finna hlaupin í gegn og fá réttasendingar og bara klára að pleysa niðri og svo fer úr því að verða allt í einu að bætir ógeðslega mikið að skora með sköllum og svona skora bara eftir fyrirgjafir sem bara hamrar honum inn sko. Já. Svona pound for pound, svona fortin eitthvað, það er bara örugglega finishing sko. Já. Bara all in all sko, bara pleysa hann í hornið sko. Er einhver staðar sem á hefur komið í eitthvað lið og hefur ekki deliverað eins og þú vildir? Já, klálega, það er svo ógeðslega margt sem að telur þar, þú veist. Ég fengi inn í Malmö til dæmis og þeir sveita sko spenda mjög mikið að fá mig og þeir hérna skora ekki, veistu, 5 eða 6 leikina. Já. Ég spila samt 7. leikin, skilur, og í þeim leik skoraði þeim leik. Já. Svo kemur í liðið svo Rostov þar sem að liðið er í öðru seti og ég átti bara vinna minn í liðin með að sína sko, með að ógna með hraða mínum og krafti með því að koma inn á síðustu korterinn í leikunum, skilur. Það er bara alls ekki ég sko. Já. Átti eitthvað að sanna mig með hvað ég er að fá eitthvað GPS-tölur og eitthvað svona hlut sko. Samt var ég keiftur, ég held að keiftur var dýrasti leikmaður bara í sögu klúbsins sem keiftur okkar og hérna, þú veist, það þarf fyrstu 2-3 mánuðina ef þú sko skorar ekki bara strax í fyrsta öðru leiknum sko, þá þarf að hjálpa þér sko. Já. Þú ert ekki að mæta með bara... Þú þarf tröstið, eða ekki? Jú, sjálfsögðu var það... Þú farið hérna 5 start, bara 5 startleiki? Já. Já. Getur ekki, þú veist, þjálfarinn líka, þjálfarinn ekki allt í einu bara kaupa þig og halda að þú sért að fara, þú veist, það sé best að þú sért að koma inn á í korter og vinna ykkur 10 skallaði. En er þetta ekki bara svipað eins og að lenda í með landsliðinu, þú veist, það er erfitt scenario, þú getur ekki 2 póla á þetta, að þú fáir bara einhverja landslíka, svo við erum að kemja á Andorra útivelli í einhverju heimaleik eða eitthvað, eða í færum í kórnum eða eitthvað, ég er að segja að þú veist, það hlýtur að vera erfið eða að koma inn á eins og þú segir, senustu 7-8 mínúna, skilur þú? Tíkar alltaf, þú veist, eins og bara allir Rostov, ég fatt að bara 5 leikjum setna og kom inn á 5 leiki bara 10 mínútur, 12 mínútur, þú startu bara 5 leiki 0 mark. Einmitt. Þá ertu bara komið 5 leiki. Þá lítur bara start gett illa út. Já, þú veist, ef það eru 5 leiki sko, allt 90 mínútur, þá er maður getur sagt bara, já, þetta er kannski alveg nóg gott sko, en þú veist, startkiller er hérna koma inn á svo varamaður stuttan tíma svoleiðis, þannig að þú veist, ef það fyrir nýjan klúbb þá er mjög mikilvægt í byrjun að það sé treyst og það er kannski vita hvernig leikmaður þú ert sko. Og það er örugglega erfitt, þú veist,
þú sem strækir, við leifum aldrei spila á þessu leveli sem þú ert á. Talaðu fyrir sjálfa þig. Mjög Takk fyrir sjálf. En þú veist, einhvern veginn, þú veist, það hlýtur að erfitt að koma alltaf inn á 70.50, 80.000, þú veist. Þú ert alltaf nokkru myndir að koma inn í leikinn. Ógeðslega þreyttur í byrjun, sko. Bara fattar ekki, sko. Og þú veist, svo segja þjálfara sem bara, já, veist, þið er verið að feskir, þú veist, þú ert að fara, þú veist, hlaupur og lungu, sko, kemur svona, hvað er þetta, mjólkusýran og allt þetta, nei, þú veist, auðvitað, svo koma move bara sem að, þú veist, bara drullu óöfning kannski, þú veist, þetta gerist og þá allir bara líða 4 mánuðir og, þú veist, það voru, þú veist, Rússlandsmúfin ég var ósátt það, þú veist, það hefði ekki verið skorað, þú veist, fór síðan Rúben Kazan spilaði fullt af Rúben Kazan, sko, þú veist, það var bara, af 15 leikir sem spilaði og ég var í starting 10, sko, skoraði hann í byrjun, frábært, þú veist, svo lendi ég bara í einhverju 2-3 leiki bara ég skýti í slána stöngina, svo fæ ég, þú veist, svo skora liði ekki mark í 5 leiki, þú veist, þá var allt í henni bara, wow, þetta var svona catch up, sko, þú veist, og þetta var lán, þannig að, þú veist, þú svona, þannig, þú veist, ég varst ekki, og hefði viljað, þú veist, gera betur, en, þú veist, svo var bara lánið búið, sko. En við getum ekki sleppt við þér án þess að tala hans landsliði. Nei, það er spurning hérna. Hvert er sambandið til KSÍ? Mér langar samt að snúna þess að við erum bara basically að koma að þeim punkti, skilur þú veist. Hvernig horfður þú tilbaka á bara þinn landsliðsferil og finnst þú að, náttúrulega, ég þykist vita að þú ert líklega ekki ánægður með þau tækifæri sem þið fengið og já, bara hvað er þitt take á þetta? Þetta er svo einfalt að, þú veist, svona svara þessu, sko, þú veist, auðvitað var skemmtilegt að vera með partur af þessu öllu þannig að þessi, þú veist, ég var með öllum undankeppnum og eru þá bæðið að tala um EM16 og HM? Já, þú veist, þá var ég í öllum hópum þar, svo er ég ekki í hópunum hana í stóru keppnum, ég veist, það er alltaf alveg, þú veist, ég hef alveg svarað fyrir það svona 5 minnir sem, það er, minnst bara fárlegt og allt það, en þú veist, bara fyrir báðu hópunum það? Já, þú veist, já, í raun og veru, þú veist, að þú ert í hópum allan tíman og þú veist, en það er ekkert í því að gera, skilju, það bara gerðist og ég er alveg búinn að koma inn ágætlega í það, sko, en þú veist, hvernig ástæði fyrir ég, þú veist, kannski gekk ekki alveg upp með mig líka var, þú veist, við vorum að spila, sko, ég held að það bara fyrsti undankeppnisleikur fyrir 2016, þar varstu með, þú veist, 4-4-2 samanlið, held ég í einasta leik og gekk svo vel bara, að, þú veist, það bara, hefði einn nýr komið inn í þetta, svona án bara til að koma í staði fyrir aðra leikmenn, þá var þetta bara ekki saman lið einhvern veginn, það var bara svona eitthvað í bara DNA-n á liðinu, bara, þú veist, það var bara þessi leikmenn sem að virka bara 100%. Og allt gekk upp, sko. Þannig að þegar ég kemur í liði þá líða þetta, sko, 3 ár eða eitthvað, þú veist, náttúrulega ég fæ fyrsta leikinn minn í, þú veist, undankeppni í byrjunarliði, skilju. Og hvað leik var það? Það er bara, þú veist, held ég á móti, sko, Kosovo bara í, sko, fyrir HM. Já. Þannig að þetta eru 3 ár og, þú veist, hvernig líður bara á bekknum í 3 ár, færa svona þessa leiki, þú veist, þessar vináttu landsleiki, þú veist, útvölda mútið Íslandi, skilur, allir fá sénsinn og allt það og þá sko eru kannski, þú veist, að fá þeirna fyrstu vináttuleiki og þá er þetta lið búin að spila 4-4-2 bara, þú veist, Kóli geggjaður, Jóndaði, skilur, og allir bara virkar allt 100%. Ég er með, sko, ég er hér, herru, þú veist, ef ég er ekki að spila, sko, drullu og skora bara eins og ég er að gera í félagsliðinu, þá er allir hann hérna að tekst í tækifæri og já, svona, þú veist, bara hann er ekki á landslýsleveli, sko, þú veist, það bara, þetta var svo mikið vitleysa, þú veist, líka, en ég samt skil þetta mörg leita því að landslýð á bara að spila það vel og þetta, þú veist, þetta er bara eiginlega smá killer fyrir gæði að vera bara á bekknum í 2 ár, bara straight og fá sér kannski 1 leik og þú veist bara en við erum að horfa samt á aðra sviðsmynd núna erum við að tala um eitthvað allt annað dæmi, þú veist, við erum með strækara sem er ekki mikið að skora og við erum með, þú veist, það er, þú veist, ok, Alfred, hann er ekki búinn að spila neitt, þú veist, þannig að, þú veist, þeir hlýtur að finnast núna bara, þú veist, ef við tökum aðeins bara þessa umræðu, þarna, eins og þú veist, ekki Skulum bara tala reyna íslensku líka, það er ekki mikið úrvala strækurum í dag. Nei, ok, tölum bara að tala treina, þú veist. Ég hugsa alveg eftir hérna að þeir skora á móti Dönum og hugsa bara með, þú veist, fólk hafa búið að segja ýmislegt, þú veist, er ekki nýta tækifæri, sko, er ekki skora og ef skora það er á móti, sko, bara FC Nörd og, þú veist, Andorra og Keflavík. Andorra og svona, veist, og hérna, það var einhvern veginn með svona, já, veist, geta að opna einhverjar glufur og svo er ég bara ekkert í landsliðinu eða neitt, þú veist, þá hef ég segja, skiptir ekki bara, þetta er svona, ég hugsaði með því smá stund að geti verið eitthvað, þetta er fínt tímabilið fyrra og komið, þannig að ég svona hugsaði bara ef núna gerist það ekkert þá bara, þú veist,
það var ekkert að svona spá endalist í þessu eða hringt tím og kallar í hóp síðast þegar komið sig út að hérna, sótkvíðar þá segi ég alveg já, þú veist, en ég er ekkert að hugsa þetta svona með einhverju væntingar það er ekkert svoleiðis og dreifur enga kala til kási, er þetta ekkert eitthvað svona engin biturleiki eða neitt, þú veist, bara Nei, þú veist, þetta er mjög langur periód og ég skil alveg þegar allt gengur 100% upp þú veist, menn eru íhaldsamir sumir meir en aðrir og þannig hefur þetta bara verið á landsliðinu, þú veist og sumt hefur bara mollið svo mikið að þú veist það bara er ógeðslega erfitt að breyta og getur ekki breytt, þú veist, eins og fyrir 2016 Euros, þú varst bara með þetta fast móta lið og bara gekk allt upp, sko, þannig að, þú veist, ég skil þetta mörgu leyti en þetta er náttúrulega ekki kannski gott fyrir mig á þessum tímapunkti þegar þarna var ég svona nýbyrja að stíga með fyrstu skjöfu landsliðinu ferillinn minn svona komast upp á sjónarsviði, sko, þannig að það, og svo er þetta að koma eitthvað allt í einu 3 ára seinna bara nú ætlar þú að grípa tækifærið og við talaðum að grípa tækifærið alltaf sem frammeri, þá er það kannski bara 1 leikur, sko. Þú veist, í undankeppni og það er bara, þú veist, það getur allt gerst, sko. Þannig að það er, þú veist, svona þannig að maður hefur bara verið í aukahlutverki en þú veist, það hefur verið, þú veist, drullu gaman að koma að hitta strákarlandsliðinu og svoleiðis, þannig að ég ber engan kala, og átt gott samstarf við Lars og Heimi og Arnar og alltaf bara Já, þú veist, bara gegnum hennar tíma, þú veist, ég talaði við Arnar daginn og það er bara allt bara fínt og flott og gott spjall og svo, þú veist, með Heimir, þú veist, hérna, þú veist, þannig að ekki valið mig, þú veist, á HM og allt þetta, þá, þú veist, þá er það bara ákvörðun sem ég, þú veist, það situr í manni þá og svona, þú veist, maður gleymi því, ég er fúllu þær, Heimir, ég veist, það er topp maður, skilur, og ég á með mig sem, við vorum semst að vinna saman í IBVF og bara áttum bara fínt samband með, úst, þegar maður var í landsliðinu, sko, þannig að bara ekki galið, sko. Ég var að spá, þessi spurning kann að hljóma pínu þversagnakennd af því að það eru margir leikmenn sem hafa spilað með landsliðinu gegnum tíðina og spilað fyrir bara ekkert mjög stór lið en það sem þú kemur, það skorar þú, bara í gegn söguna, það hefur verið að dæli mörkur og eins og þú talaðir það voru stórlega að banka dyrnar heldurðu að það hefði kannski fengið fleiri sem við landsliðinu að þau tekið kannski stærra lið á blaði? Annar múf, já, þú veist, ég tók svona, ég var meira að taka kannski svona stóru lið sem voru kannski aðeins minni deildum, hefði getað farið í stærri deildir og kannski liðið var þá aðeins minna, þú veist, í landinu sem það er, sko. Ég hef gert það og það hefði örugglega sett eitthvað svona aðeins meira smá pressu Já, eitthvað svoleiðis, sko, en ég, þú veist, eins og segi það ef og hefði, sko, það hefði kannski líka ekki virkað, skilur, Rússland, skilur, það er topp 10 deild í heiminum, Tyrkland, þú veist, lifur inn á topp 10 líklega, sko, þannig að þú veist, svona, þú veist, þannig að það er erfitt að segja, þú veist, sérstaklega svona á þessu tíma, en ég hefði slepptið ef þetta Kína kannski, þá hefði ég getað, þú veist, þetta ráðið ferðlinum aðeins betur, held ég. Já. En bankabókin kvartaði ekki? Nei, hún kvartaði ekki. Ég er ekki bótt að það. Já, þú veist, og líka Kína bara, þá nú alveg nokkur risan uppfyllt í fótspor þín eftir það, sko. Já, tölum fyrir þátt. Þarna gæðins voru í place að vera við þar, ég bara mæli fyrir fólk að skoða það, sko. Þetta er alveg menn, sko. Já. Það er bara staðan. Ég var hent út hann átti að vunni byggarinn fyrir það, sko. Það var komið nýjir hendur og vildu stór nöfn, ég var ekki alveg þar, sko, þannig að þeir. Það er alltaf bílað, sko, við vorum að skoða fyrir þátt, við Leifur, sko, þannig 2014 í Noregi, þá skorar 25 mörk í 29 leikjum fyrir Valur. Það er helviti hart. Já, maður með alls gott sjálfstöð, sko, nýkomin inn í þetta bara svona, var svona líka bara, veist, maður þekkt aldrei verið í þessu áður, maður bara svona kaldur og bara gerði allt og það hefnaðist allt upp og þannig er oft, þú veist, svona að byrja vel á tímabili og fær svona bara líður geðið sjálfstöðust og svona, þannig að það bara í cruise-kontról, sko. Ég fylgst með Pepsi-deildinni, sko, bara frá því ég var lítill og ég hélt alltaf, þannig var hann bara einhver úlingur, sko, bara með bólur og allir feskir og þannig að þá hélt ég alltaf við að væri bara einhver Pepsi-strækjar, sko. Þú veist, þú varst í Selfossi, fór svo í Fylki og svo hvenær gerist það og bara gjörsamlega springur út? Þú veist, hvenær fattar það bara svona, heyrðu,
Ég er fucking góður. Skemmtileg spurning. Ég held hann þegar ég var 18 ára, ég átti gott tímabil í næstu deild, þannig að fór ég í BVF þá og svo bara einhvern veginn þarna fattaði ég að ég þurfti að æfa sko svona helmingi meira en aðri svona bara upp á formið og annað sko til að fatta það eftir í BVF og svo sleiti crossbandi í Vestmannaeyjum og næ einhverjum 2 mánuðum bara meittur 2010 sem Selfoss, ég fyrir aftur í Selfoss sko sem þeir falla Selfoss, tek svona rebuild season, kom okkur upp úr inkasso eða lengjudeildinni 2011 og ég skora fullt af mörkum þá. Svo ætlaði ég bara 2012 hérna að nú gerum við þetta og bara alveg komið tíma á þetta bara taka svona breakthrough season og klára þetta. Ég vissi alveg, ég fannst ég alltaf gæðin í það sko, það var alltaf mikla trú á sjálfum mér. En þarna, þú veist, svo lendi ég aftur tókna liðband, ég hef ekki verið meiddur eftir þetta, bara síðan þangað til núna sko. Tókna ég heppinn. Tóknaði innanverið liðbandi og það er bara 3 mánuðir og það er bara, þetta er sko mánuð fyrir season og þarna missi ég bara fyrstu 5-6 leikjunum og Selfoss að tímabil með ótrúlegan mannskap sko, allavega margir leikmenn sem hafa farið út og annað. Þarna bara fölluð er bara með liðum í deildinni þannig sko, bara reynsluleysir og annað, þannig að þú veist, þannig að það hjálpaði mér að voða lítið, þannig að þá hugsa ég bara með mér, ég er með. Þannig erum við komið að Bena þjálfaði ekki og með Jón Daða. Jón Daða ekki ennþá, já. Þannig að Logi tók við Bena 2010, þannig að ég ákvað að taka bara, hugsaði með mér bara árið eftir það. Ólafur Garðarsson umbóðsmaður, hann sænaði mig hana sem bara sá einhvern leikja mér í Frótskjólinu, átti góðan leik 2012 og við settum okkur bara 2 ára markmið bara, það voru bara 2 ár koma okkur út og þú ert að skora, vera topp 3 markahæstur í deildinni, ef það gerist 2013 þá var það frábært, ef það gerist 2014 þá var það séns og svo fór þetta Fylkis og bara, Rest is history. Já, í raun og veru, ég þarf ekki að fara eitthvað fleiri orðum í það. Talandi restina af sögunni, þá var ég í Bumbubolta einu sinni viku með Óla Garðar sko. Hann skilaði bara hlýjum kveðum, hann sagði bara takk. Það var ekkert bónur að bara? Nei. Það er góð maður. Já, hann er frábær. Það var ekkert að flækja það neitt. Ný. Það er vel gert. Erum við spurning eftir hann að leifur? Já, það eru nokkur eftir. Það er spurning hvort við náum ekki einni skákinnan fyrir lokin. Það er náttúrulega stærsta spurningin á öllum, sem við spyrjum alltaf. Já, við hefum nokkra eftir. Maður sjá. Með stærri spurningunum og hún kemur úr sal. En hérna, hún kemur náttúrulega sjálfsög alltaf. Ég ætla að finna hana hérna. Græðir ekki. Andri Freyr, strækari í Fjölni. Já, takk. Það er tíminn Andri, byrju hverju það? Hann marka nef á honum sko, hann er strækir í Fjölni. Marka nef, ekki maður skora marka á sísunni, ég ætla samt það. 10, hvað? Battle of the Strikers. Já, Battle of the Strikers. Strikers. Sjá. 10 mínútur. Ég man ekki. Það er gaman á heimisímóti. Þú sér það strax að þetta er ekki mannskall sem þú stefnaði. Þetta getur enda verið svona, hvað maður segja, öfuð sálfræði? Nei, treystu mér, þetta er ekki það. Já, meinar. King, og nú ætla ég að leyfa mér að nota þetta ár, King Palli Olgeirs. Já, kongurinn. Spyr, hvort ertu meira fyrir að syngja eða tralla við Örn? Syngja eða tralla? Já, takk. Ég meira fyrir, er þetta ekki svona eitthvað sem maður gerir saman eða? Jú, smá, en það þurftir að velja. Ég verður að velja? Já, hún mátt bara syngja eða tralla. Tralla. Það ekki það? Jó, ég er aðeins meira að tralla ef við setjum mig on the spot sko. At gunpoint myndi ég velja tralla. Þú ert mikill trallari. Það er ekki angið. En fyrst þú hugsaður ertu þá líka svolítið söngvari eða? Ég myndi ekki, ég segi ekki nei þegar mækin er nálægt með sko. Það er lofa eitthvað í sko. Ég sé alveg fyrir mig að gítarnum líka sko. Já, ég spila gítar sko. Já, það ekki? Jú. Heldur betur sko. Hvert er þitt go-to lag þegar ég rétti gítarinn? Ég hendi hérna Last Kiss með Pearl Jam. Svona þægilegt sko, það fær svona stemningu með þessu. Þú veist hérna klappið.
Hvað gera stelpun þá? Stelpunar Já, ég var að spyrja. Það er svona, það er syngja með. Það er syngja með. Það er syngja með. Þegar það fá A+ típuna af Jökli Kaljó. Já. Það er helvítið síðan að það er helvítið hrósi ef Það er ekki það? að fá eiginlega bara ósangett sko gangið honum en. Það er ekki allir sömu skoðuna. Sko ég tapa þessari sko. Nei, þú treystir mig þú tap. Freysari, Andri I love you sko. Já, nei. Það eru Freysari með þetta tók sko. Hann tapaði fyrir bæði Mike og hann ekki hann ekki. Nei, hann vann hann ekki einu á móti Höfðingjarnum, var ekki 1-1 hjá Höfðingjarnum honum? Ég held það. Gæti verið. Gott ef ekki sko. Eða hann tapaði bara alveg í blálúkin, hvort sem það var. Já. Hann teldi mjög vel þá. Hann hetja sko. Nei, svo bara með hvernig þú svona spílar sko. Það er aldrei þessi aldrei í þessu. Nei. Ég vona ég tapa þessari. Þú vonar að tapa þessari? Nei, ég segi svona. Taktík. Hann er að hlusta sko. Já, það er víst. Ég er alltaf að gleyma einum Martin Már spyr kannast þú hann Birgir eða? Já, kannski hann. Hver er þetta að henda í vöruna þér þessa dagana? Er það tryggð við íslenska ruddan? Ertu komin í kottana? Ég er í íslenska ruddanum. Það er svoleiðis? Já, flytan alltaf til ég læti ykkur, þú veist, það er verið núna þegar voru lítið flóið á milli en alls það sem ég spila ég læti alltaf að taka góða sendingu af ruddanum. Já. En annars verður tekið bara, hvað er þetta? Já. Peð, það er að virða peðið. Já. Verið peðið, verið stíið. Gaman að segja því að Freysari nefnir stakt þrípeð. Það er alltaf skemmtilegt sko. Já. Það er rutin góði. Já, þú veist, ég er ekki komin inn í hitt en maður veit ekki. Nei. Ég vil að vera að verja þetta. Þú sagði þetta. En mér langar að spyrja þig, þú ert ekki mikill vinnmaður. Nei, hvað sér við, en mikill. En þú ert trallari. Já, hver er þinn go-to drikkur þegar þú lyftir þér upp? Ekki bara segja bjórin, er leiðilegt svar á það, sko. Búri. Já, ég næði refsónum fyrir þetta og byrjum ítalega svar. Kóruna. Já. Læm í þetta? Já, ekki, þú veist. Ekkert sögur? Nei. Bara volkur korona, skrifaði það. Já. Helst kaltið, sko. Helst eftir leik, sko. Það er svona, þú veist, adrenalín uppi, fá sér 2-3. Já. Þú er góður. Jafnvel eitt ruddi með, nei, ég segi. Freysari, því miður hann ekki bara betri strækar en þú. Og sýnist mér að vera líka aðeins betri. En hann á nokkur verðum að gefa við þér það. Hann á áts. Já, þetta er bara ég ætla að hendi í hraðaspurningar. Hvað er með það? Já, mér finnst alltaf gaman að gera í lok þáttar þegar ég veit aðeins meira um það. Já, endilega. Við erum byrjað að tefla svo vel, sko. Sá þetta bara. Saw it coming. Hvað er skorið í kvöldleikur? Eftir að halda utan að það? Ég held að hann sé búinn að standa sig bara svo hetja. Ég held að ég er búinn að vinna fyrir að tapa. En það ekki það? Lítur. Plúskor. Já. Spurning hvort það geta haft það aðeins lengur í hérna skók. Já, aðeins. Það er fyrir. Já. 10 pluss 3. Hún hótaði núna líkt að og þá, já ok. Klára þetta bara svo kóngur sem verðt. Já. Þetta er þetta veistlu spurningar. Já, það ekki. Það var ein spurning sem ég veit á mistur af sem var þarna Ásgeir Eyþórs, aka Seðlabankastjórinn. Já. Hann hringir í og segir
1 tímabil með Fylki, takk. Já. Hvað segir Viðar þá? Það er alltaf þetta að skoða það, þetta er frábæra tími í launinu og geggja það sko. Er það ekki það? Þannig að það er alveg, það er vel inn í myndinni. En það ert að vera, nei ég segi svona, ég myndi, já það ert að vera hann sjálfur sem myndi hringi mig. Er það ekki það? Jú, ok, þú veist það nú. Og hvað ertu með langa samlingan því í Noregi? Held ég sé með 3 ári viðbót. 3 ári viðbót? Já, Saturday. Yes. 2023. Hefur ekkert um hitt Magnús Carlsen? Nei, mér var náttúrulega líkt við hann í Ég Noregi sé að það spila. alveg. Nei, ekki sjá það. Nei, Það ég er mér líkt mér sko fjallmyndarlegur maður, sko. Í tafni sko, ég segi það. 2014 þá var hérna þá var Já, lúmskur er hann, freysarinn. Það Ekki er nóg lúmskur. Nei, það er heldur vilji í honum samt, sko. Já, við berum vinningu fyrir því. Já, það er ekki ræð sko. En Var þið líkt til Magnús Carlsen? já, það voru einhverja frétt, blöðin og allt þetta kom einhver bara Twitter greinlega með eitthvað þannig Já. að þeir bara mættu á æfingu og stóku hann í viðtal og mig í viðtal hvort að honum finnist ég ekki eða hvort að okkur finnst þér ekki líkið bara on the spot sko. Já. Ég sagði bara, nei please hvað er að fara á æfingu hérna maður og ekki tröfla mig og eitthvað og hérna Freysari, það er komið tíma að gefa, bara svo að segja það. hann er skemmtilega svona, ég elskar hendar Hann gefst ekki upp. hann er þrjóskur sko. Nei. Komast í hérna Freysari. Takk. já, Já, svo þannig að þið eru voru að spurða hann sko og hérna hann kom með eitthvað svar sem var eitthvað svona eitthvað ég er nú ekki líka honum, hann er kannski smá líkur í mér eitthvað okay. Ég er svona, veist, forsaðin í svari að það sé eitthvað smá svip sko, bara það var svona kurteis sko. Hann hendi bara í það að ég var ekkert líkur honum, hann var bara líkur mér. Það sést, ég var bara líkur sér. Hætti hann í það? Hann hendi það. Sick. Þetta er grjót hann. Já, hann hafði sko. Tuska hann, 2014 sko. 25 marka maður þá eða? Já, bara þetta, veist. Leifur, ertu klár með... Ég er eiginlega klár. Það er rauðarspurningar. Já. Ertu klár? Já. Ok. Jæja, við erum Þetta klár. lítur að vera eitthvað fucking herfið sko. Sorry, Nei, þetta er nefnilega... Freaking. Ég er að sleppa það vel, sko. Ok. Ok, ég er eiginlega að gera það þessu erfiðar fyrir Nei, hvað er með aðra eitthvað svona mjög erfiða? Ok. Ok, ég ætla að koma eina fyrst spurningu. Besti landsþjálfari sem þú haft? Landsþjálfari? Hamrén. Erik Hamrén. Mínu mati, skilur þú veist. Já, að þínu mati, auðvitað, já. Þetta verður ekkert... Nei, þetta er bara milliþungt, myndi ég segja. Jæja, verður. Uppáhaldsmatur. Humar. Besti meðspilari. Magnús Úlfa Eikrem. Drauma félagskipti. Núna eða þá? Hvernig sem er? Bara Arsenal eitthvað. Já. Ertu duglegur að teygja? Já. Uppáhaldsmark á ferlinum? Góð spurning. Fuck me, hérna bara... Fuck! Nú er pressa! Já, bara hérna... Skoraði eitthvað í frástæðskjólinni sem var bara upp í smákið. Lýrætt svar. Já, ég sé Það er áfram gag. Ja, besti félagslegaþjálfari sem var átt. Hérna... Vladimir Ivic. Stórt. Ég veit ekki hver skrifaði, það var ekki ég. Kjóstu flokk fyrir næstu alþingiskosningar á punktinum. XD. XD, stórt. Raggi Síða Kára Árna. Þessi góð maður. Fucking hell maður. At gunpoint. Uff. Shit, góði vinnir. Bara... Er það? Já. Bara ekki sig. Ein manneskja með þér á eyði í mánuð. Kári Árna. Nei. Rafa báðum góðum. Eiki Rafa. Ekki Rafa. Ekki Rafa. Já, uppáhaldsfatamerki. D-squared. D-squared. I guess. Sko, ég verði að stinga inn í hraðspurningar. Alvöru klæðaburður á þér. Já. Þið verið þetta? Já. Já, bara...
bara, þú veist. Maður smekk, uppáhalds safnaður. Maður, Helgi Ás Gretarsson. Nei, sem sagt á borðinu. Helgi Ás, Já, skákmaður tökum því. og taflmaður. Á tapmaður borðinum, bestu með það, ég er riddaramaður. Það ekki? Riddaramaður, já, ánægð með það. Enda sóknir sinnaður. Póker eða skák? Skák. Yes. Póker svolítið gott niður. Já, ég er svo smeykur fyrir seinustu sko. En það var virkilega þess að. Ég hefði fyrir svona 10 ára sett póker sko, eða svona 5 árum kannski. Þá var ég að spila, það var skemmtilega sko. Já. Ég var eiginlega að stinga inn í. Já. Þú mútt að ráða hvernig þú svarar, Já. hvort þú svarar. Mest sem við unnið/tapað í póker. Bara í einu eða? Já, bara, þú mútt að ráða hvort þú segir einu kvöldi eða einu hendi, bara skemmtilega að sagða. Já, það er lítið verið bara svona gott kaskið með eitthvað pókerstafsmögulega fyrir einhverjum árum síðan. Já. Svona einhverjum 2 milljónir kannski, 2-3, eitthvað stað alveg. Já, til eða frá skiptir ekki öllum máli. Það var hraðaspurningu loki, en svo ætlum ég að grafa upp eina aðra. Hvaða tarpmaður hann væri? Ég verði eiginlega að finna það spurningu, hún er svo skemmtileg. Já, ég held. En þú stóðst eins og hetja. Thank you. Já. Og taflmaður. Var það nokkuð erfitt? Hvað segir þér? Þetta var ekkert of erfitt? Nei, þetta var gott. Þetta var Ekki það? erfið með þarna rakk og hvað á. Já. Þeir eru svona mismöndi típur. Ég er með þarna. Ætti ekki að tala taflmanninn eða? Jú, ertu með það? Ég er með það reyna. Þegar það er eiginlega bara, svo fyrir við að kalla það gott. Ok, ertu klár, Viðar? Yes. Knattspyrnumaðurinn Viðar Örn. Hvort varstu biskup, riddari eða hrókur? Og nú les ég upp. Biskup, sóknarþengjandi, innfættur, mikið að leita í langa diagonalbotn. Riddari, lítil yfirferð, skapandi, gott auga fyrir stuttspili. Hrókur, kraftmikill, þungur, erfitt að stoppa þegar komin að skriði. Þetta er svona hvernig knattspyrnumaður væri. Já. Hvað Riddari, tarpmaður biskup sem og væri hrókur. sem knattspyrnumaður, Ég já. þarf alveg að heyra þetta aftur sko. Já. Já, ok. Við erum með biskupinn. Hrókurinn út. Þetta var Ok, biskuparinn. ok. Biskupinn, sóknarþengjandi, innfættur, mikið að leita í langa diagonal. Riddari, lítil yfirferð, skapandi, gott auga fyrir stuttspili. Það er bara óvíðis sko. Það er riddarinn sko. Það er riddari. Riddarinn, þetta er Já. uppáhalds Ég er tarpmaður, bara já. riddari. Lítil yfirferð, skapandi. Hrókurinn ógna með hraða og krafti. Hraða sínum með krafti. Já. Heyrðu. Ég elska það. Sko, nú fyrir að liða lókum hjá okkur. Ég er með 2 spurningar á lókum. Já, Ég er annars vegar með, og þessi er opinn og erfið. Þetta er bara, elska það. já. Hérna, hver er skemmtilegasta trallsaga sem þú átt? Áttu einhverja góða sögu af trallinu? Sem vilt dela með okkur? Bara skrallinu. Já, skrallinu, takk. Já, ok, það er nú... Þetta var ekki undirbúið? Nei, þetta var aldrei að láta vita. Jesus Christ. Það er nú... Jú, ég voru margar sögurnar sko. Það er helvítið erfitt að peka upp eina sko. Já, ég hefði líka getað spurt þig fyrir þátt, ég gera það ekki, ég er að gera það rólega. Já, það hefði verið betra sko. Já. Þú veist, ég geti, þú veist... Já, Einhverjir sem þóla sviðsljósið? Já, þú veist, ætli það hefði ekki verið bara, þú veist, ég kom að spila með á hann, hefði farið á þjóðhátíð, þá sagði ég að það var eitt kvöld þannig sem við fengum að fara út actually árið 2013. Það var eitt kvöld sem við fengum að fara, við vorum svona svolítið smá spennufall kannski í hópnum. Fórum fylgisliðið eitthvað á föstudegi hérna og svo áttu bara æfingu, þú veist, fengum frí á lögðin, svo áttu bara æfingu á sunnudegi, sko, þannig að, þú veist, við ætlum að taka hérna eitt kvöld hérna. Já. Og svo er ég sem sagt hérna dregin svona eiginlega af B5 bara á inn í bifrið. Já. Nú förum á þjóðhátíð Já. 4:30. Svo erum við svo vakna hérna bara við utan Herjólf og hérna segir alltaf bara takk og hérna þú veist, í sko rauðum buxum og jakkafattijakka Mættur á þjóðhátíð? Mættur á þjóðhátíð og þú veist, svo er ég bara, þú veist, að nefna bara það var lítið svona þól og eitthvað svona í gangi, sko mættur bara, ég er bara mættur á eiguna klukkan 12 og það er, ég minnir að sé leikur með F á IBF, sko Já. og hérna og ég bara mættur hann í brekkuna það lengra að horfa á hann bara í rauðum sko, og jakka minnir einhvern mann að, sko ég sagði að kom ég eftir mjög blöð Gilsarinn hafi sagt þetta, ég munnaði vel eftir þessu sko
Og þetta var ekki svona, þetta var mjög gaman eftir að heyra þetta sko, þegar þú veist, þetta gerir þetta ekki og Nei. ég er örugglega eitthvað lent í að gera þetta. Já. En ég segast þér á orðin ansið meira þreyttur klukkan svona 5-6 daginn. Ég enda aldrei niður í dal. Ég enda á því að það er bara búið að panta flug fyrir mig heim kl. 8 kvöldi og pabbi er mættur í landið og og bara heim með þig sko. Ég hef víst að ég er alveg frekar þreyttur Já, það ekki það. Svo víðavangi. Já. Þannig að það, Alveg ósofið með það bara. já, stundum svona taka 3 tíma í bílnum kannski, skilur, 2 eða eitthvað sko. Vel peppaður eitthvað, þannig að þetta var skemmtileg þessi. Já, mjög skemmtileg. Vel svarað. Já, þú veist, nú voru einhverjar nokkrar. Leifur ekki bara flottir eða? Jú, ég einu lokum, ég ætla að setja Einu að lokum tök, á. þá höndum við bettan góða. Þá spyr ég bara, Verur Kjartason, hvað skiptir mestu máli í lífinu? Fjölskyldan. Takk. Maður, klárast þetta bara. Þvílíkur þáttur, takk Takk kærlega hérlega fyrir okkur. Takk. Thank you. Heng.